eða gott að hafa strák í bekk. Já, segðu. Já. Já, ég heiti sem Hrafnhildur Kjartansdóttir og er náms- og starfsráðgjafi hérna í skólan. Og ætla að fá að tala hér sem sagt þetta sem ég kalla síðbúið brotthvarf, sem er svona íslenska þýðingin á late dropout. Og aðeins að fara með ykkur yfir það hvert þetta vandamál er og hverjar geta verið ástæður þess að fólk hverfur frá námi sem það er komið vel á veg með að ljúka. Og svo í lokin að svolítið að velta því upp hvað er hægt að gera, er eitthvað sem við getum gert háskólasamfélagið til þess að reyna að koma í veg fyrir þetta brotthvarf. Brotthvarf úr námi við Háskóla Íslands er mikið, bæði á íslenskan og erlendan mælikvarða. Og það sýna niðurstöður þeirra innlendu rannsókna sem að gerðar hafa verið á brotthvarfi hér við skólann. Og má þar nefna til dæmis skýrslu Ríkisendurskoðunar frá 2007 sem var verið að skoða kostnað, skilvirkni og gæði háskólakennslu í 4 íslenskum háskólum. Og þar kom fram að brotthvarf nemenda frá námi hér við Háskóla Íslands var alltaf 57% í einstaka námsgreinum á fyrsta námsári. Á háskólaþingi í september 2008 þegar var til umræðu skýrsla þessara brotthvarfsnefndar sem Guðrún minntist á áðan, þá kom fram að brotthvarfi við skólann væri svona á bilinu 11 til 55% og meðaltali var 38% yfir skólann, hæst í hug- og félagsvísindagreinum á fyrsta námsári. Lunginn af þeim sem að hætta námi er að hætta strax á fyrsta námsári eða að loknu fyrsta ári í námi. En það er líka nokkuð mikið brotthvarf nemenda sem eru komnir vel á veg með að ljúka sínu námi. Og þegar við erum að tala þetta síðbúna brotthvarf þá er almennt verið að miða við að fólk sé búið með 2/3 hluta náms eða meira. 120 ECTS af 180 eininga námi eða meira. Þegar maður velti því fyrir sér hversu stórt þetta vandamál er, þá er það nú svo að það hefur verið gegnum tíðina býsna erfitt að kalla fram tölur úr gagnagrunni skólans. En brotthvarfsnefndin sem var stofnuð árið 2007 og bar það þjála heiti nefnd inntöku nýnema og aðgerðir gegn brottfalli úr námi. Þessi nefnd lét gera úttekt á umfangi brotthvarfsnemenda sem að voru búnir með 120 einingar eða meira og hættu námi við skólan á árunum 2003 til 2007 og þetta voru 410 manns mælt í febrúar 2008 og þar af voru 230 búnir með 160 einingar eða meira. Í síðustu viku þá kallaði ég eftir nýjum tölum úr gagnagrunni skólans og fékk góða hjálp frá fólki við að ná þessum tölum fram og leitaði eftir fjölda nemenda núna í febrúar 2012 sem að hefðu hætt námi á árunum 2008 til 2011 eftir að hafa lokið 120 einingum eða meira og það voru 435 manns. Og af þeim voru 206 búnir með 120 til 160 einingar og 229 búnir með 161 einingu eða meira. Og þetta kom mér svolítið á óvart vegna þess að ég hefði haft svona rómantískar eftir kreppu hugmyndir það að það hefði dregið úr brotthvarfi eftir árið 2008 en það virðist ekki vera samkvæmt þessum tölum. Ég hélt kannski að fólk væri meira núna að ljúka náminu og jafnvel að koma aftur inn til þess að klára eitthvað sem það ætti eftir en þetta bendir ekki til þess. Það er í rauninu svolítið erfitt að fá alveg réttar tölur yfir þennan hóp vegna þess að það er líka hópur sem greiðir skráningargjaldið, jafnvel ár eftir ár, af því þau ætla sér að klára ritgerðina en skila síðan engum einingum. Og ég óskaði þess líka eftir tölu yfir nemendur sem hafa greitt skráningargjöldin en ekki skilað inn neinum einingum síðastliðin 2 misseri, ekki vor 2011 og ekki haust 2012. Og nemendur sem í þessari stöðu búnir með 160 einingar eða meira voru 285. Þannig að það er alveg ljóst að þetta er dálítið stór hópur. Kannski stærri heldur en margir halda, ég veit það ekki. Nú held ég að við þekkjum flest kannski til einhvers eða einhverja sem eru búnir með allt nema ritgerðina sína. Var þetta vor 2011 og haust 2011? Þetta var vor 2011 og haust 2012. Þetta voru síðustu 2 misseri. Haust 2010. Já, einmitt, þetta er vitlaust. Vor 2010,
Nei, vor 2011, haust 2011. Já, fyrir ekki. Já, það lítur að vera. Einmitt. Já, ég held við þekkjum flestir einhverja sem hafa klárað allt nema ritgerðina og eru jafnvel alltaf á leiðinni að fara að klára. Og spurningin hér í dag er því þessi, hvers vegna í ósköpunum hættir fólk í námi sem að það er komið vel á veg með að ljúka. Námi sem það er búið að verja ómældum tíma og fjármunum í að stunda. Og ég held að við getum öll verið sammála um það að síðbúið brotthvarf er tap fyrir einstaklinginn og skólan og samfélagið. Og í stefnu Háskóla Íslands fyrir árin 2011 til 2016 segir að markvisst skuli unnið að því að auka námsástundun, bæta námsframvindu og draga úr brottfalli. Og síðan er útfært nánar til hvaða aðgerða skuli grípa. Og þar eru nefndar aðgerðir eins og að skilgrendur verði hámarkstími til að ljúka prófgráðu í öllum deildum, nemendum verði gefin kostur á að skrá sig í hlutanám og fleira sem þarna kemur fram. Nú, þegar maður skoðar svona þessi brotthvarfsfræði, þá má segja að það hafi tvær meginkenningar verið ráðandi í svona umræðu og rannsóknum á brotthvarfi úr háskólanámi síðustu áratugi. Það er annars vegar þessi kenning Vincent Tinto, Student Integration Theory, sem hann setti fyrst fram árið 1975, og hins vegar kenning John Bean, Student Attrition Model, sem hann setti fram árið 1980. Og Tinto er svona stórt nafn í þessum fræðum og hann segir brotthvarf úr námi fyrst og fremst tengjast reynslu einstaklingsins innan skólastofnunarinnar og svona aðlögunar hans að háskólasamfélaginu, en tekur kannski tiltölulega lítið tillit til ýmissa svona ytri áhrifaþátta á brotthvarf. Hann telur að útskrift ráðist að miklu leyti að því hvort að markmið nemandans eru skýr með því námi sem hann leggur stund á og háskólanámi svona meðvitað skref í átt að einhverjum náms- og starfstengdum markmiðum. Og hugtökin markmið og tryggð, commitment, eru svona lykilhugtök í kenningu Tinto. Og með tryggð er átt við tryggð einstaklingsins við viðkomandi skólastofnun. Og hann vil meina að erfiðleikar við að aðlagast háskólasamfélaginu og mynda tryggð við stofnunina ásamt óljósum markmiðum séu megin ástæða brotthvarfs úr háskólanámi. Bean aftur á móti tekur meira tillit til svona utanaðkomandi þátta eins og fyrir frammistöðu í námi, hvatningar og stuðnings til náms frá fjölskyldu, aðstæðan á vinnumarkaði og fleira. Og hann byggir sína kenningu meðal annars á kenningu Price frá 1977 starfsmannaveltu og segir háskólanema ávallt vera veg og meta hvort þeir hafi meiri ávinning af því að vera í námi eða sinna öðrum hlutverkum í lífinu eins og vera út á vinnumarkaði. Og þrátt fyrir þessar kenningar séu svo sannarlega komnar til ára sinna að þá er það engu að síður svo að rannsóknir síðustu áratuga á brotthvarfi úr háskólanámi virðast styðja flest það sem Tinto og Bean setti fram í sínum kenningum. Og það hafi í rauninni ekki verið settar fram nýrri svona heildstæðar kenningar brotthvarf úr háskólanámi. En flestum rannsóknum ber saman að bæði aðlögun einstaklingsins að háskólasamfélaginu og ýmsir ytri þættir í umhverfi og aðstæðum einstaklingsins hafi áhrif á það ferli sem að leitt getur til brotthvarfs úr námi. Nú, rannsóknir á brotthvarf úr háskólanámi hafa einkum beinst að nemendum sem hverfa frá snemma á námsferlinum. Og það hefur í rauninni afskaplega lítið verið rannsakað, þetta brotthvarf seint á námsferli. Og það má kannski segja að það sé að mörgu leyti ekkert óeðlilegt að það sé nokkuð mikið brotthvarf við upphaf náms, ekki síst í skóla eins og Háskóla Íslands, þar sem eru fáar inntökutakmarkanir og engin skólagjöld og fjölbreytt úrval náms. Og svo er fólk auðvitað líka bara að fóta sig í lífinu og reyna að átta sig á því hvað það vill gera. Það sem manni finnst svona öllu undarlegra er þetta síðbúna brotthvarf. Því það er kannski kemur til að einhverjum öðrum orsökum. Nú, ég ætlaði bara aðeins hérna að nefna sem dæmi svona nýlegar innlendar rannsóknir á brotthvarfi úr háskólanámi. Það er ekki til mikið af innlendum rannsóknum á brotthvarfi úr háskólum, en það hafa þó verið gerðar nokkrar rannsóknir og úttektir og þó sérstaklega hérna við Háskóla Íslands. Og það má nefna til dæmis þessa könnun, þetta er könnun sem Félagsvísindastofnun Háskólans vann á árinu 2008 fyrir brotthvarfsnefndina. Og þar voru kannaðar ástæður brotthvarfs meðal nemenda sem innrituðu sig til náms við skólan á árunum 2003 til 2006 og hurfu frá námi eftir að hafa stundað nám við skólan í að minnsta kosti 1 mánuð. Og með því var reynt að koma í veg fyrir þetta skráningar
brotthvarf, þessar nemendurna sem skrá sig til náms en mæta aldrei. Og skýringu nemenda á því að þeir hættu námi var skipt í þrennt í niðurstöðum þessara rannsóknar. Það var áhrif skólans, frammistaða í námi og áhugi á náminu. Og það voru einkum þættir sem að féllu undir áhrif skólans sem svarendur nefndu sem það sem hefði haft mest áhrif á þá ákvörðun þeirra að hverfa frá námi. Og þar inni voru þættir eins og að þjónusta við nemendur væri litlir möguleikar til samskipta við kennara utan kennslustunda, námskeið og fjölmenn og fleira. Og það má kannski segja að niðurstöður þessara rannsóknar samræmist ágætlega því sem Tindó setti fram í sinni kenningu, að ástæðu brotthvarfs sé fyrst og fremst að finna í þessari aðlögun einstaklingsins að háskólasamfélaginu og skólastofnuninni. En þarna kom þó líka fram að fólk nefndi þætti eins og erfiðleika við að samræma nám við aðra skyldur í lífinu og meiri hluti svarenda vann með námi. Það verið 63% þeirra sem höfðu unnið með náminu. Nú, ef að dregnir eru saman svona þeir þættir sem samkvæmt bæði innlendum og erlendum rannsóknum virðast einna helst tengjast brotthvarfi úr háskólanámi, þá má nefna þessa. Óljós markmið með námi, það kemur mjög skýrt fram í flestum rannsóknum. Foreldrar ekki háskólamenntaðir, sem þá meðal annars talið geta haft það í för með sér að fólk fái minni hvatning og stuðning til náms, að nemendur komi verr undirbúnir fyrir háskólanámið, verji minni tíma til heimanáms og hafi síður skýr markmið með námi. Nú lítið þáttaka í háskólasamfélaginu samanber kenningar Tindó sem að getur þá haft í för með sér bæði þetta einstaklingurinn aðlagast síður háskólasamfélaginu og myndar síður tryggð við skólan. Nám, hlutanám samhliða starfi. Það eru flestir sammála það að það að vera í hlutanámi eykur verulega líkur á brotthvarfi. Fjölskyldu ábyrgð, slakur árangur á fyrsta misseri eða fyrsta ári. Það að taka hlé frá námi eftir framhaldsskóla og sundur slitinn námsferill sem vill oft verða svona mynstur hjá ákveðnum einstaklingum. Nú og svo góði möguleikar á vinnumarkaði. Það ef það er auðvelt að fá vinnu burt sér frá menntun og svona samanbyrð það sem Bean setur fram í sinni kenningu að ef einstaklingurinn telur sig hafa meiri ávinning á því að fara út á vinnumarkaðin heldur en að vera í námi þá eru auðvitað ákveðin líkur á því að hann gerir það. Þetta var svona smá yfirlit bara og nú ætlum ég að skipta þessum gír og fara svona meira inn í það sem tengdist rannsókn sem að ég vann í tengslum við meistaraverkefni í náms- og starfsráðgjöf. Ég er búin að starfa í þetta sem náms- og starfsráðgjöf í skólan í rúm 13 ár og hef á þeim tíma hitt marga einstaklinga sem að hafa átt erfitt með að ljúka námi og einstaklinga sem að hafa verið hér í námi og hætt og hafa síðan kannski mörgum árum síðar verið mjög ósáttir við að hafa ekki lokið því námi sem höfðu lagt stund á og vilja geta þróa svona námsferil sinn frekar og finnst þeir standa höllum fæti út á vinnumarkaði án háskólagráðunnar. Og þessi hópur hefur nokkuð lengi vakið áhuga minn og ekki síst vegna þess að mér hefur fundist svo lítið hann rætt í allri umræðu brotthvarf. Og þegar ég stóð í þeim sporum sem það þurfa að velja mér verkefni fyrir meistaraprófsritgerð þá ákvað ég að það væri upplagt að skoða þennan hóp. Og markmið minnar rannsóknar var að fá innsýn í það ferli sem getur leitt til þess að nemandi hverfi frá námi síðla á námsferlinum og eins vildi ég skoða hvaða afleiðingar þessir einstaklingar telja að brotthvarfið hafi haft á þróun náms- og starfsferils þeirra. Og leiðbeinendur mínir við rannsóknarvinnuna voru þær Kristjana Stella Blöndal og Sif Einarsdóttir, kennarar við félags- og mannvísindadeildina. Þetta var eiginleg rannsókn sem ég byggði á hálfopnum einstaklingsviðtölum sem fóru fram þarna á tímabilinu frá september 2008 og fram í apríl 2009. Og þátttakendur voru 7 einstaklingar. Ég talaði reynda við fleiri en ég endaði með að nota þessa 7 sem hafði horfið frá námi í félags- eða hugvísindum við Háskóla Íslands. Það voru 4 karlmenn og 3 konur á aldrinum 25 til 44 ára. Og ég ákvað að einbeita mér að nemendum af þessum 2 fræðasviðum vegna þess að niðurstöður rannsókna hafa sýnt að brotthvarf úr námi við Háskóla Íslands er mest á öllum stigum náms á þessum 2 fræðasviðum. Nú, ég notaði markvisst úrtak og hafði þau viðmið við val á þáttakendum að þeir væri búnir að ljúka að minnsta kosti 120 einingum
og hefðu ekki skilað inn háskólaeiningum í að minnstakosti 2 misseri og þannig reyndi ég svona að ná báðum þessum hópum sem ég minntist á áðan. Þeir voru allir búnir með mun meira en 120 einingar. 5 þeirra áttu einungis eftir að ljúka B-ritgerðinni og þetta í öllum tilvikum var þetta B-ritgerð hjá þessu fólki, ekki BS eða slíkt. Og 2 áttu eftir að ljúka svona 1 til 2 námskeiðum auk ritgerðarinnar. 6 þeirra voru starfandi á almennum vinnumarkaði í 75 til 150% starfshlutfalli en 1 var atvinnulaus, hafði nýlega mist vinnu þegar viðtalið fór fram í kjölfar bankahraunsins. Það var náttúrulega, ég var akkurat að taka viðtölin þarna í öllum þessum ósköpum sem gengu á þessum tíma. Nú, þegar mínir viðmælendur voru skoðaðir, þá kom í ljós að bakgrunnur þeirra nokkuð fjölbreyttur að því leytinu til að þau eru að koma úr ólíkum framhaldsskólum, bæði á höfuðborgarsvæðinu og utan að landi. Þau eiga það sameiginlegt að koma öll nema 1 úr fjölskyldum þar sem foreldrar hafa ekki háskólamenntun. Það var 1 faðir af þessum 14 foreldrum sem að þeim stóðu sem að hafði háskólapróf. Og þau eru því svona fyrstu kynslóð háskólamenntara í sínum fjölskyldum en það var nokkuð háskólamenntuð systkini. Enga síður þá segjast þau hafa fengið stuðning til náms frá sínum nánustu, oft bæði andlegan og fjárhagslegan stuðning. Og þó svo að það væru sumir ættingjar kannski undrandi á námsvalið þeirra og fannst það ekki alltaf vera mjög praktískt. Og einn viðmælanda sagðist til dæmis iðulega að hafa þurft að réttlæta námsval sitt fyrir vinum og ættingjum. Og hann sagði, það fannst öllum hneykslanlegt að ég hefði verið að velja þetta nám í stærsta uppgangstíma Íslandssögunnar. Og þú veist, mikill þrýstingur. Af hverju fórstu ekki að læra viðskiptafræði? Ég þurfti að réttlæta fyrir öðrum að það eru ekki allir eins og það hafi ekki allir áhuga á sama hlutnum. Þetta var semst fyrir hrun. Nú, þeim gekk ágætlega í framhaldsskóla og lauk honum á 4 til 5 árum. Það var ein sem eignaðist barn á námstímanum, þannig henni seinkað ár, en annars voru þau bara að fara í gegnum framhaldsskólann á eðlilegum hraða. Og þeim fannst framhaldsskólinn almennt undirbúa þau svona nokkuð vel fyrir háskólanám og almennt ber náttúrulega rannsóknum saman það að námsárangur í framhaldsskóla spái fyrir gengi í háskólanámi. Námsval þeirra var hins vegar fremur ómarkvisst og lítið ígrundað. Þeim fannst erfitt að velja háskólanám og höfðu hvorki við upp á náms né síðar á námstímanum svona velti mikið fyrir sér hvert námi myndi leiða þau á vinnumarkaði. Þau lýsaði gjarnan þannig að þau hefðu ákveðið að prófa viðkomandi námsgrein vegna þess að lýsing á náminu höfðaði til þeirra eða vegna þess að þau töldu sig geta ráðið vel við námið eða vegna þess að vinir úr framhaldsskóla fóru í námið. 3 þeirra byrjuðu í öðru námi heldur en þau ílengdust í til BA-prófs, 2 sem byrjuðu í annarri námsgrein hérna innan háskólans og 1 byrjaði í námi erlendis. En svona erfiðleikar þeirra við að velja sér háskólanám ásamt þessum óljósu markmiðum með námi samræmast vel því sem hefur komið fram í fyrri rannsóknum og því sem Tintó setur fram í sinni kenningu. Nú, háskólanámi var fremur ánægjulegur tími fyrir þau og þeim leið almennt vel í náminu en það er mjög misjafnt hversu virkan þátt þau tóku í félagslífi innan skólans, allt frá því að vera mjög félagslega virk og í það að vera í rauninni fremur einangruð, eiga lítil samskipti við samnemendur. Þannig að það var svo sem ekki hægt að finna svona beint einhvern samnefnara hjá þeim hvað þetta varðar. En hins vegar í máli þeirra sem höfðu skipulagt námið sitt þannig að þau luku öllum námskeiðum áður en þau hófust handa við B-ritgerðaskrifin, að þá kom skýrt fram að þegar þau voru ekki lengur svona hluti af einhverjum ákveðnum hópi innan skólans, þau þurftu ekki lengur að mæta í kennslustundir og þess háttar, að þá fjarlægðust þau tiltölulega hratt skólan, námið, samnemendur, leiðbeinandann ef þau voru komið hann og jafnvel ritgerðarefnið og urðu í rauninni mjög einangruð í vinnu sinni við lokaritgerðina. En þegar litið til aðlögunar einstaklingsins að háskólasamfélagi þá þarf ekki aðeins að horfa til félagslegrar virkni nemandans meðal samnemenda heldur líka til samskipta hans við kennara og annað starfsfólk skóla og rannsóknir hafa sýnt að því meiri og persónulegri sem þau samskipti eru því líklegra að nemandinn ljúki námi og þau voru flest nokkuð sammála að þau hafi mætt jákvæðu viðmóti kennara, jafnvel jákvæðara heldur en þau höfðu átt von á áður en þau hófu nám hérna. Ég spurði ekkert sérstaklega samskipti þeirra við annað starfsfólk
Þannig að ég spurði þetta varðandi kennarana. En þau höfðu þó flest haft mjög lítil samskipti við kennara utan kennslustunda og þá helst til að fá fresti á verkefnaskilum. Kannist þið við það hérna, kennararnir? En þegar skoðuð eru svona vinnubrögð þeirra og námsvenjur, að þá má segja að það séu svona ákveðin vinnubrögð í námi sem að einkenna þennan hóp. Þau skilgreina sig sem nemendur sem vinna í skorpum og segja að þau hafi sinnt náminu lítið á tímabilum og svo tekið tarnir inn á milli þar sem þau náðu að vinna mikið upp á stuttum tíma. Þau frestuðu oft nauðsynlegum verkefnum fram á síðustu stundu og fengu gjarnan aukafrest á verkefnaskilum hjá kennurum. Og það virðist kannski vera svona óþarlega auðsótt hérna við skólan að fá þessu aukafresti. Og ein talaði að kennararnir hefðu jafnvel haft samband við hana að fyrra bragði og verið að inna hana eftir verkefnum sem hún ætti að vera búin að skila. Þau töluðu að það verið ansi föst í þeim vinnubrögðum sem þau vöndu sig á í framhaldsskóla og þá sérstaklega semst þessu að fresta hlutum fram á síðustu stundu eða fara fram yfir skilgreinda skiladaga. En enga síður þá gekk þeim ágætlega í náminu, alveg fram að lokaritgerðarskrifum eða því sem næst og eru nokkuð sátt við einkunnir sínar og hafa sjaldan eða aldrei fallið á prófum. Þetta var ekki fólki sem var að falla. En þó að nemanda takist að komast í gegnum hefðbundin námskeið með kannski slökum vinnubrögðum að þá virðast þau verða verulega til trafala þegar kemur að sjálfstæðri vinnu við lokaritgerðarskrifin, vinnu sem kallar á skipulag og forgangsröðun og markviss vinnubrögð. Og einn viðmælandi orðaði það sem svo að hann hefði alltaf verið í spretthlaupum í náminu, en B-ritgerð væri langhlaup en ekki spretthlaup. Og það mikið til því. Nú, þau voru öll á einu máli það að þau hafi hvorki við upphaf náms né síðar á námstímanum haft skýrar hugmyndir það hvert námi myndi leiða þau á vinnumarkaði. Og háskólanámi var ekki svona meðvitað skref í átt að einhverjum starfstengdum markmiðum hjá þeim. Þau lýsa sem svo að þau hafi ílengst í viðkomandi námi vegna þess að það var skemmtilegt eða áhugavert, fremur en að þau hafi velt í fyrir sér hversu hagnýtt námið væri á vinnumarkaði. Og þau tala gjarnan námið sitt sem ópraktist eða fljótandi menntun. Þau sem einungis eigi eftir að ljúka B-ritgerð hafa skipulagt námið með þeim hætti að þau luku öllum námskeiðum árið þau hófust handa við ritgerðarskrifin, juku síðan við sér starfshlutfall og ætluðu sér að skrifa ritgerðina með fullu starfi. Og námi var því auðvitað hlutanám samhliða starfi og nánast allar rannsóknir og brotthvarf úr háskólanámi sýna að það að vera í hlutanámi eykur líkur á brotthvarfi. Þeim fannst erfitt að velja efni til að fjalla í lokaritgerð og höfðu miklar væntingar til ritgerðarinnar. Efni átti að vera skemmtilegt og áhugavert og merkilegt, en efni sem að uppfyllti loksins öll þessi skilyrði var kannski orðið oft á tíðum flókið og erfitt viðuregnar. Og ein stúlkan, einn viðmælanda, hún sagðist til dæmis vera logandi hrædd við að velja efni og telur það jafnvel gera það að verkum að hún finnur sér sífellt afsakanir fyrir því að ljúki ekki náminu. Hún átti eftir 2 námskeið og ritgerðina. Nú, þau eru öll á einu máli það að þau myndu vilja fá meiri upplýsingar ferli við skrif B-ritgerðar. Þeim fannst erfitt að finna upplýsingar ritgerðarskrifin, fannst lítið rætt lokaritgerðir í náminu, langt á milli vinnulagsnámskeiða og lokaritgerðarskrifa og þau voru ansi óörugg og jafnvel þó sumir hefði fengið ágæta þjálfun í ritgerðarsmíði gegnum námstíman að þá áttu þau einhvern veginn erfitt með að yfirfæra þá þekkingu og öryggi yfir í lokaritgerðarskrifin. Og einn viðmælandi hafði aldrei skrifað einstaklingsritgerð á námstímanum. Og ég veit mínu starfi að það eru dæmi það í ákveðnum greinum innan skólans að nemendur hafa aldrei skrifað einstaklingsheimildaritgerð fyrr en kemur að lokaritgerðarskrifunum og þá er kannski ekkert skrítið þó að þetta vaxi þeim í augum. Þau komu öll fram með þá hugmynd, án svo ég spyrði sérstaklega það, þá komu þau öll fram með þá hugmynd að það þyrfti að bjóða upp á einhvers konar námskeið fyrir nemendur sem að vinna lokaritgerðum. Þó þau hafi síðan haft svona nokkuð ólíkar hugmyndir æskilegt fyrirkomulag slíkra námskeiða, allt frá því að þetta gæti verið svona einhver kynningarfundur og síðan upplýsingabæklingur sem fólk fengi í hendur til þess að þetta þyrfti að vera skyldunámskeið sem næði yfir heilt misseri. Þau voru svona fleiri samt á því að þetta þyrfti að vera skyldunámskeið og ná yfir dálítið langan tíma. Einn viðmælanda hafði sótt 2 kvölda námskeið hjá sinni deild, fyrir nemendur sem voru að vinna lokaritgerðum,
en aðrir töldu slíkt ekki hafa verið í boði í þeirra deildum. Þau lýsa sambandi sínu við leiðbeinanda BR-ritgerðar þannig að það sé nokkuð gott, en þau eru samt mjög óörugg varðandi það hvert hlutverk leiðbeinandans er. Þeim finnst erfitt að hafa frumkvæði að hitta hann, sérstaklega þegar illa gengur við ritgerðarskrifin, og tala að þau skammist sín og séu hrædd að leiðbeinandinn hafi gefist upp á þeim, og þeim finnst mjög erfitt tilhugsun að taka upp þráðinn og hafa samband við hann ef langt liðið síðan þau hafa verið í sambandi við hann síðast. Í könnun Félagsvísindastofnunar frá 2008 að þar kemur fram að lítil leiðsögn við gerð lokaverkefnis hafði áhrif á 22% þeirra sem það átti við þegar kom að ákvörðuninni að hætta að taka hlé frá námi, og þetta virtist hafa meiri áhrif á konur en karla. Dálítið sláandi munur þarna á milli. 11,4% karlar sem töldu þetta hafa haft áhrif, en 34,1% kvenna. Mér finnst þetta mjög athyglisvert. Og þess að ég hafi nokkra skýringu á þessu. Þau unnu öll með námi, að minnsta kosti hluta námstímans, með svona þokkalegum árangri, þó stundum hafi verið erfitt að samræma nám og starf og aðrar skyldur á álagstímum í náminu, en það að skrifa BR-ritgerð með fullu starfi og öðrum skildum hefur reynst þeim ómögulegt. Og í hefðbundnum námskeiðum felst auðvitað aðhald í verkefnaskilum og mætingu í kennslustundir og prófum og þess háttar, sem ekki til staðar í ritgerðarvinnunni, og ég held að það sé kannski málið, fyrst og fremst í þessu tilviki. Þau voru öll sammála að ef þau hefðu skipulagt sig á annan hátt og unni ritgerðina á meðan þau voru ennþá í námskeiðum eða strax eftir að þau luku námskeiðunum, þá væru þau öllum líkindum búin að ljúka námi. Og skipulag námsins virðist því skipta miklu máli hvað þetta varðar. Þau hafa almennt lítið leitað eftir aðstoð innan skólans, eins og til dæmis hjá náms- og starfsráðgjöfum, og virðast til dæmis ekki hafa áttað sig á því að þau gætu fengið þar einhverja aðstoð varðandi aðhald við lokaritgerðarskrifin. Það hafði enginn þeirra sótt námskeið í námstækni og vinnubrögðum sem að náms- og starfsráðgjöf stendur fyrir á hverju misseri, og almennt þekktu þau ekki vel þau stuðningsúrræði sem eru til staðar innan skólans. Og það hefur komið í ljós í rannsóknum að brotthvarfsnemendur hafa oft á tíðum litla þekkingu á stoðaþjónustu við nemendur og nýta sér lítið þá þjónustu sem er í boði. Og í könnun Félagsvísindastofnunar kom til dæmis fram að aðeins 29% brotthvarfshópsins hafði leitað til náms- og starfsráðgjafar þann tíma sem þau voru í námi við skólann, en þar sem það liggi ekki fyrir neinar upplýsingar það hversu stórt eða hátt hlutfall nemenda sem ljúka námi leita til náms- og starfsráðgjafar, að þá er auðvitað erfitt að meta hvort að þessi hópur leitar síður eftir þeirri þjónustu heldur en bara hinn almenni nemandi sem að lýkur námi. En þegar maður horfir síðan á afleiðingar brotthvarfsins fyrir einstaklinginn, og þá fyrst kannski svona áhrifin á náms- og starfsferil, þá má segja að þessir einstaklingar hafi komið sér ágætlega áfram á vinnumarkaði, þessi hópur sem ég var að skoða, þrátt fyrir að þeir hafi ekki lokið háskólanámi. Eins og ég sagði áðan, þá voru allir nema einn í starfi í 75% starfshlutfalli eða meira. Flest voru þau nokkuð ánað í sínum störfum, og það vakti athygli mína að 4 þeirra töldu semst að störfin sem að þau voru í gerðu kröfu háskólamenntun, og sögðu að það hefði verið horft fram hjá því við ráðningu þeirra að þau væri ekki búin að ljúka námi og menntun þeirra væri metin til launa, þannig þau voru í rauninni að fá laun eins og háskólamenntaður starfskraftur. Og mér fannst þetta nokkuð athyglisvert, meðal annars í ljósi þess að í könnun Félagsvísindastofnunar kom í ljós að 60% brotthvarfsnemenda voru í störfum sem ekki kröfðust menntunar umfram grunnskólamenntun. Þannig að svona þátttakendur í minni rannsókn virtust standa nokkuð vel að vígi, en það ber auðvitað að hafa í huga að þeir voru langt komnir með sitt nám og réðu sig til starfa undir því yfirskyni að þeir ætluðu að klára ritgerðina samhliða starfi á fyrsta starfsárinu. En þó svo þau hafi ekki kannski staðið illa á vinnumarkaði, að þá eru þau enga síður á einu málum það að þau hafi minni möguleika út á vinnumarkaði án gráðunar, og orðuðu það sem svo að háskólagráðan myndi opna þeim dyr að fleiri störfum og líklega skila þeim hærri launum og meiri réttindum. Og það að þau hafi verið ráðin til starfa á þeim forsendum að þau ljúki námi samhliða starfi
og fá jafnvel laun sem háskólamenntaðir starfsmenn, það festir þau auðvitað ansi mikið í þessu tiltekna starfi. Vegna þess að þau vita að þau geta líklega ekki gengið inn í sambærilegt starf annars staðar án gráðunnar. Ekkert þeirra hafði farið í áframhaldandi nám á þeim tíma sem að var liðinn kannski frá því þau voru virkir nemendur og þau lýsa því gjarnan sem svo að þau séu föst í námsferlinu sínu. Þau notuðu mikið þetta orð, að vera föst. Þau hafa öll áhuga á áframhaldandi námi og þá yfirleitt mastersnámi en komast auðvitað ekki í það vegna þess að þau hafa ekki lokið grunnnáminu og þau eru þess fullvissa að gráðan myndi opna þeim dyr að frekari námstækifærum. Nú, þegar ég lagði af stað í þessa rannsóknarvinnu þá ætlaði ég ekkert endilega að skoða hvaða áhrif brotthvarf hefði á sjálfsmynd einstaklingana, en það var hins vegar óhjákvæmilegt að enda á því að taka það fyrir líka vegna þess að það kom svo sterkt fram í viðtölunum, þessi áhrif á sjálfsmyndina. Og það virðist vera sem svo að brotthvarfið hafi haft bara talsvert mikil áhrif á sjálfsmynd þessara einstaklinga og svona almenna líðan þeirra. Það mátti greina hjá þeim heilmikla skömm og sektarkennd yfir að hafa ekki lokið náminu. Þeim fannst þau hafa brugðist sjálfum sér, fjölskyldum sínum og vinnuveitendum í þeim tilvikum þar sem þau voru ráðin til starfa, á þeim forsendum að þau lykju námi. Og þeim finnst afar óþægilegt að fá spurningar um það, hvernig gangi í náminu og um það hvaða menntun þau hafi, vegna þess að þau hafi ekkert skilgreint viðurkennt heiti yfir menntun sína. Og grípa jafnvel til þess ráðs að segja ósatt og segjast hafa lokið háskólanámi og fá svo samviskubit yfir því að hafa verið að ljúga. En þeim finnst heldur ekki rétt að segja að þau hafi ekki neina menntun. Sum voru farin að forðast fjölskylduboð og samskipti við fyrrum samnemendur vegna þess að þau kviðu svo fyrir að fá spurningar um það hvernig gengi við ritgerðarskrifin. Og þau tala um námið sitt sem markmið sem þau hafa ekki náð eða ólokið verkefni og eru mjög ósátt við að hafa ekki lokið því og ritgerðin hún vofir yfir þeim jafnvel árum saman. Þau orðaði sem svo að vinirnir hafi menntað sig og fengið góð störf en að þau sitji eftir og geti ekki gert það sem allir aðrir geta gert. Og segja að það væri mjög mikill persónulegur ávinningur fyrir þau að ljúka náminu. Nú, hvað svona námstengda sjálfsmynd varðar, þá virðist sem svo að hjá þessum einstaklingum, rétt eins og hefur komið fram í rannsóknum á brotthvarfsnemendum í framhaldsskóla, að sem sagt brotthvarfið hafi neikvæð áhrif á svona námstengda sjálfsmynd og trú fólks á eigin getu í námi. Og það er auðvitað hætt við því að einstaklingur sem hefur ítrekað sett sér það markmið að ljúka BA-ritgerð án árangurs missir smá saman svona trú á getu sína til þess að ljúka verkinu. Það var samt athyglisvert og það kom mér á óvart og ég hugsaði heilmikið þetta tímabili að þau skilgreindu sig ekki sem brotthvarfsnemendur. Jafnvel þó þau væri búin að vera sem sagt ekki skráð í skólan í einhvern tíma. Ég var með einn annan sem voru 7 ár liðinn síðan hann hafði verið virkur nemandi en hann leit samt ekki á sig sem brotthvarfsnema. Þetta var bara spurningin að koma og klára þessa ritgerð. Og þau voru öll í þessum sporum einhvern veginn, að þau litu ekki á sig sem brotthvarfsnemendur. Þau voru svona stoppouts en ekki dropouts, sko. Og þetta var hjá mörgum bara spurningin að bara leigja bústað í 2 vikur og hespa þessari ritgerð af. Og þetta eins og ég segi, ég velti þessu heilmikið fyrir mér og ég velti mikið fyrir mér hvort þetta veri sko jákvætt eða neikvætt, af því það er að horfa á þetta algjörlega út frá báðum sjónarhornunum, sko. Ég hugsaði fyrst, Jesús minn almáttugur, þetta aldrei að sleppa tökum á þessu, alltaf með þetta vofandi yfir sér, en svo er þetta líka þetta jákvætt að því leytinu til að fólk einhvern veginn gefst ekki upp, það gefur ekki upp vonina og er ekki alveg búið að sleppa þessu. Mínar niðurstöður eru svona mest í samhljómi við það sem hefur komið fram í erlendum rannsóknum sem ég hafði til samanburðar og að mestu leyti í samhljómi við íslenskar rannsóknir einnig, eins og bara þetta sem að ég tók saman hérna á hérna, þá sjáum við að það er margt af þessu sem áalveg við minn hóp líka, en þar sem það eru afar fáar rannsóknir til sem sagt, á brotthvarfi eða brotthvarf nemenda sem eru komnir langt áleiðis í námi, að þá hafði ég í rauninni
engar rannsóknir til samanburðar þegar koma að atriðum eins og vinnu og leiðsögn við lokaritgerðaskrifin sem virðist náttúrulega vera að spila mjög stóran part inn í brotthvarfinu og heldur ekki afleiðingar síðbúins brotthvarfs á náms- og starfsferil fólks. Og það auðvitað ljóst og við vitum það ábyggilega öll að brotthvarf úr háskólanámi náttúrulega flókið ferli og getur átt sér langan aðdraganda og verið tilkomið svona vegna samspils margra ólíka þátta sem bæði tengjast einstaklingnum sjálfum og umhverfi hans og aðstæðum. Og þetta auðvitað fáir einstaklingar sem ég var að skoða í einni skólastofnun og ekki hægt að alhafa eitthvað þennan hóp brotthvarfsnemenda út frá þessum niðurstöðum. En ég held nú samt svona þegar ég miða við reynslu mína úr starfi að þetta sé nú bara nokkuð dæmigert fyrir marga sem eru í þessum sporum. Og það væri auðvitað afar fróðlegt og mjög spennandi að gera langtímarannsókn þar sem hópi nemenda fylgt eftir frá því þeir hefja nám og þar til annaðhvort ljúka námi eða hverfa frá námi. Vegna þess að þannig fengi maður svona gott yfirlit yfir námsferil háskólanema og væri auðveldara að greina áhættuþætti í tengslum við brotthvarf og þannig mætti líka kannski stuðla því að aðgerðir gegn brotthvarfi verið meira aðlagaðar að nemendum á mismunandi stigum í námsferlinum. En ef við horfum svo aðeins á afleiðingar þessa brotthvarfs fyrir skólann, þá svona eru ákveðnir punktar kannski sem að maður þarf að hafa í huga. Að þetta auðvitað leiðir til minni skilvirkni. Við erum ekki að skila af okkur fullunninni afurð, við getum sagt sem svo. Háskólinn hefur varið tíma og fjármunum í að sinna þessum einstaklingum en skilar þeim ekki út í atvinnulífið sem háskólamenntuðu fólki sem að auðvitað hefur síðan áhrif bara á atvinnuþátttöku og menntunarstig þjóðarinnar og svo framvegis. Brautskráningarhlutfallið er svona einn af þessum lykilmælikvörðum sem að háskólinn notar til þess að meta árangur af stefnu skólans nám og kennslu. Og það auðvitað allra hagur að nemandinn útskrifist úr námi. Og þetta að mínu mati mjög dýrmætur hópur sem við erum að missa þarna út. Vegna að þetta fólkið sem að hefur sýnt á sannað að það fært að stunda háskólanám. Hvað hægt að gera til þess að reyna að koma í veg fyrir þetta brotthvarf? Hvað liggur hjá nemandanum og hvað getur skólinn gert? Hvað nemandan varðar að þá ígrundað námsval auðvitað fyrsta skrefið og svo má ekki gleyma mikilvægi góðra námsvenja í háskólanámi og vinnubrögð margra háskólanema eru því miður ekki nógu góð og markviss, það veit ég bara úr mínu starfi. Nemendur þurfa að skipuleggja námið sitt og forgangsraða þeim verkefnum sem þeir eru að takast á við í lífinu og það klárlega ekki vænlegt að klára öll námskeið og eiga ritgerðina eftir og auka þávísi vinnu og ætla að gera þetta allt í einu og ná svo ekki að samræma öll lífshlutverkin. Svo vitum við það náttúrulega að bara háskólanemar á Íslandi vinna oft og tíðum allt og mikið með námi. Nemendur þurfa að sjálfsögðu að sýna frumkvæði og ábyrgð í námi og leita eftir upplýsingum og aðstoð þegar þessi þörf. Ábyrgðin liggur auðvitað hjá þeim. En enga síður þá tel ég að skólinn geti bætt sig á mörgum sviðum og það má alltaf gera gott betra. Og þegar við horfum á skólann þá skiptir auðvitað miklu máli að upplýsingagjöf sé góð og ráðgjöf, allt frá námsvali til námsloka. Og upplýsingar þurfa að vera skýrar og aðgengilegar. Og upplýsingar lokaritgerðir til dæmis að finna á vef deilda undir flipanum fyrir nemendur. Og þetta ekkert mjög gegnsætt fyrir nemandann sem að leita að þessum upplýsingum. Og það eru margir nemendur sem vita ekki af þessu, vita ekki að það að finna upplýsingar lokaritgerðir og það getur til dæmis leitt til þess að hluti nemenda fer í rauninu of seint af stað inn í þetta ferli. Eru búnir að missa af einhverjum mikilvægum dagsetningum. Sumar deildir hafa mjög góða leiðbeiningar en nemendur þurfa auðvitað að finna þær til þess að þær nýtist sem skyldi og það auðvitað nauðsynlegt að ferli við skrif lokaritgerða sé vel kynnt fyrir nemendum og leiðbeiningarnar aðgengilegar og nemendur vita almennt ekki mikið lokaritgerðir. Það bara ótrúlega lítið oft á tíðum sem þeir vita í rauninu hvernig þær eiga að vera, til hvers þeir ætlast af þeim og hvaða reglum þeir eiga að fylgja og svo framvegis.
Nú stundum virðist það líka gerast að nemendur fái leiðbeinanda mjög seint og lenda jafnvel í basli með að fá leiðbeinanda og það getur auðvitað haft mjög neikvæð áhrif. Nú, ég á með draum og er búin að eiga hann í svona 2 ár kannski og það er semst draumurinn minn BA-vefinn og ég sé fyrir mér að það væri hægt að hanna svona vefsvæði sem að nemendur gætu farið inn á þegar þeir fara að huga að lokaritgerðarskrifum og þarna væri að finna til dæmis tengla inn á reglur allra deilda. Þarna væri fræðsluefni ritgerðarsmíð, heimildanotkun, hvert er hlutverk leiðbeinandans, tengillinn á vef þjóðarbókhlöðunnar, þar sem að finna margs konar efni og góðar ábendingar. Það væri hægt að vísa á námskeið innan deilda fyrir nemendur sem að vinna að lokaritgerðum og það væri hægt að vísa á vinnustofur sem við erum með hjá náms- og starfsráðgjöfinni og svo framvegis. Þannig að ef einhver kaupir þessa hugmynd, þá er ég alveg til í samstarf. Ef einhver sér fyrir sér svona vef. Nú, hvað undirbúning fyrir lokaritgerðarskrifin varðar, að þá má auðvitað spyrja sig að því hvort að það sé hlutverk Háskóla Íslands að kenna fólki að vinna með heimildir og skrifa ritgerðir eða hvort að fyrri skólastig eigi að hafa þjálfa fólk í þeim vinnubrögðum. En í stefnu Háskólans núna 2011-2016 segir að upplýsingalæsi nemenda skuli aukið, meðal annars með þjálfun í heimildaleit, notkun gagnasafna og skýrri framsetningu upplýsinga og þekkingar. Þannig ég held að við séum nú á því að þetta séu okkar hlutverk að einhverju leyti minnsta kosti. Nú, eins og ég sagði áðan, þá er mjög mismunandi eftir deildum hversu vel nemendur eru undirbúnir fyrir lokaritgerðarskrifin. Sumar deildir eru með námskeið fyrir nemendur og málstofur og svo er þetta ritverið á menntavísindasviði. Þess að nemendur geta fengið fræðslu og leiðsögn við ritgerðarskrifin. Nú veit ég ekki hvernig það hefur verið að nýtast, kannski Baldur, þú kannski svara því. Það gera það strax? Nei, bara á eftir kannski. Nú, svo er þessi spurning bara aðhald við nám almennt, hvaðan á það að koma? Og það eru auðvitað stoðþjónustan, deildir og kennarar sem að vinna þar saman og svona til þess að stuðla því að nemandinn haldist inni í námi og ljúki því. Og samkvæmt Tintó og eins hefur það komið fram í fjölda rannsókna þá getur skipulagt aðhald af hálfu skólans dregið verulegu líkum á brotthvarfi. Og það skiptir til dæmis miklu máli fyrir nemendur sem eru að vinna að lokaritgerðum að einangrast ekki og missa ekki tengslin við háskólasamfélagið. Og það er því æskilegt að skólar bjóði upp á sérstakan stuðning fyrir þessa nemendur, til dæmis í formi námskeiða eða vinnustofa eða málstofa og eftirvill einhvers konar áminningakerfis líka. Nú, náms- og starfsráðgjöfin hefur undanfarin ár staðið fyrir vinnustofum fyrir nemendur sem eru að byrja á lokaverkefnum. Það sem farið yfir svona ýmis praktísk atriði sem að þarf að hafa í huga. Og þessar vinnustofur eru ágætar svo langt sem þær ná, en ég tel að vinnustofur þurfi að vera innan deilda. Þannig að nemendur upplifi samkenndina, séu með öðrum nemendum sem eru að vinna sambærileg verkefni, séu með nemendum sem eru að nota til dæmis sömu heimildakerfi og þess áttar og svo skiptir bara máli að nemandinn upplifi það þannig að hann skipti máli innan sinna deildar, að deildin sé að hlúa að sínum nemendum og þetta tengist auðvitað þessu tryggðarhugtaki í kenningum Tintó. Nú, svo er auðvitað mikilvægt að háskólanemar þekki þá stoðþjónustu sem þeim stendur til boða og nýta hana eftir þörfum og stoðþjónustan þarf auðvitað að vera vel kynnt og aðgengileg fyrir alla. Það þurfa allir að vinna saman og það er ýmislegt sem að við erum að gera og ýmislegt sem á að fara að gera og síðan má velta fyrir sér eins og bara í nýju stefnu háskólans að hvort að til dæmis hertar reglur námsframvindu og hámarksnámstíma, hvort að þær draga úr brotthvarfi, af því ég get líka séð fyrir mér að það geti haft öfuáhrif. Þannig að þetta er alltaf svona beggja blands. Nú, svo er eitt að leita leiða til að koma í veg fyrir brotthvarf, sem að halda nemendum inn í námi, og svo er annað að finna leiðir til þess að gera brotthvarfsnemendum kleift að koma tilbaka og koma inn í skólann og ljúka námi. Og þá er auðvitað ýmislegt sem þarf að hafa í huga, eins og bara reglur fyrningu náms og reglur hámarksnámstíma og fólk þarf eftir vill upprifun áður það getur farið aftur af stað í ritgerðarvinnu og þess áttar. Þannig að það er svona mörg að huga. Nú, svo síðast en ekki síst að þá væri æskilegt að auka þessi sýnilegu tengsl náms- og starfsvettvangs
til dæmis með því að framkvæma í auknum mæli kannanir á afdrifum brautskráðra nemenda. Þannig að nemendur átti sig svona frekar á því hvert þeir geta stefnt með sínu námi og það auðvitað eykur líkur á því að þeir séu að setja sér skýr markmið með náminu sínu og getur dregið úr brotthvarfi. Og svo að lokum er bara svona umhugsunarefni fyrir okkur. Og þá vil ég gjarnan fá ykkur með í þetta. Og í fyrsta lagi þetta eru aðrar ástæður fyrir brotthvarfi síðla á námstímanum heldur en þessu brotthvarfi sem á sér stað við uppánáms. Já, einhverju leyti. Minnst kosti með það sem að ég fekk út á minni rannsókn, þá náttúrulega það sem kannski spilar mest inn í hjá mínum hópi, það sem þau skilgreina sem megin ástæður þess að þau hafi dottið út úr námi, að það er náttúrulega í fyrsta lagi þessi óljósu markmið með náminu. Svo það erfiðleikar við að samræma nám og starf og aðrar skyldur og svo það í þriðja lagi þetta með lokaritgerðina. Þannig að þetta svona það þrennt sem að kannski stendur upp úr. Þannig að það virðist vera sem svo að þessi lokaritgerðar vandamál, að þau séu að spila þarna stóran part. Hvað segið þið? Reyndir kennarar á svæðinu? Já, ég get alveg bara sagt eitthvað þetta því að við þakka fyrir þetta bara frábært og skemmtilegt verkefni og bara þetta forvitnilegt og vel unnið og ég var reyndar eftir að lesa greinina þína Já, takk fyrir mig. Það eru fjölmargar spurningar náttúrulega og til að margt að segja eins og þetta með tryggðina, er það sem þau kalla commitment? Já, commitment. Já, það er það sem þau kalla tryggðina. Hérna, og ég er að velta fyrir mér þessum mun sem er á deildunum. Já. Líka að ég til dæmis að við á menntavísindasviði sem var kennaraháskólinn í gamla daga, ég held að við höfum haldið dálítið vel utan um okkar fólk. Og eftir því sem ég best veit, þá er ekkert volið mikið brottfall akkurat á þessum punkti sem að þú ert að lýsa þetta. Og Já, passa, þú farið ekki réttindi með þetta sem kennari, sko. Nei, þú farið ekki kennarétti, nei, það er líka, þetta er svona starfstengt nám og það er hluta þessu að þarna er með deildir sem eru, eða þessi vísindi þarna höf og fjölsýstir, þetta er ekki sko starfsnám, þetta er ekki starfsréttindi og það er hluta af þessu námsvali og kemur alveg skýn í gegnum í öllu sem að þau segja að þetta er svona opið og frjálsmaður hefur svona ýmsam heldur öllu mögulega opnum. En þarna er mennt til ákveðin starfs og ég held að sé ekki bara kannski að það er starfsmenntun, heldur líka við höfum verið með dálítið gott system á þessu sko. Það hefur alltaf verið einhver umsjónarmaður með þessum lokaverkefnum og kallar allar hópinn saman, það hefur verið svona fundir þar sem allir koma og sérstaklega þegar fólk ennþá mann þetta mætti í skóla þá koma allir á þessa fundi og það var ákveðin hópkennd í árganginum en fannst dálítið mikilvægt að útskrifast með félögum sínum líka því að það var svona ákveðið bekkjarkerfi í gangi sem að fengu alltaf svona tilfinningu að vera í bekk og svona ættu félagar sem að færi svona saman í gegnum þetta og svo hefur það verið að breyst dálítið með því að fólk hættir að mæta í skólan þá aldrei fólk sé svolítið meira einhvern áttið og ég veit ekki alveg hvernig þetta hlýtur að hafa breyst eftir að svona tímasóknin svona leystist upp. En þannig að ég veit ekki alveg hvernig það er, en við erum með mikið stuðning, ég veit ekki hvort ég á að segja meira í bili, ég ætla að segja meira ringdöruna líka. Já, takk fyrir það. Einhverju fleiri sem að vilja tjá sig eitthvað þetta? Við erum í þýðingafræði sem ég á MSc. Já. Núna á næsta ári þá ætlum við að taka 5 einingar úr ritgerðinni sem er 30 einingar í námskeið sem er skyldunámskeið. Þannig að þeir geta ekki klárað ritgerð án þess að segja það. Hafa farið í gegnum það, já. Og geta ekki, eða þá eru þau líka komin með 5 einingar sem gæti verið svona hvati til að halda áfram því það er þá allan að koma með fyrsta skref. Og þetta byrjar sem sagt á næsta ári. En núna reyndi ég að kalla öllum þeim saman sem eru skráðir í efnaritgerð. En þá sem ég bara svona val þannig séð því þau fá ekki einingar fyrir. Það gengur frekar illa.
Þeir eru í vinnu og hér og þar og í útlöndum og eru bara skráðir án þess að gera eitthvað, eru ekki komin með leiðbeinanda og svoleiðis. Þannig að þetta virðist vera mjög erfitt og stundum veit maður ekki, eiga þau í vandræðum með að gera eitthvað eða alls ekki ætlunin að gera eitthvað. Já, einmitt. Og þetta náttúrulega AMSD, þau hafa reynslu af ritgerðarskrifa. Það ætti ekki að vera vandamálið. Frekar hitt að flestir eru í vinnu og þá hefur vinnan bara forgang. Það er kannski það sem nefnilega virðist vera vandinn hjá þér, að þetta er ekki partur af náminu. Þetta er eitthvað sem þú geymið þangað til þú búið með allt þitt og svo ætlar að gera þetta utan skólan í rauninu. Þannig að eins og þú sagði svona vel frá, sko, þau missa tengslinn þegar við hina nemendurna, við félagslífi, við kennarann, þú sérð ekki fólki sem er með. Þannig mér finnst þetta vera svona spurning að finna einhverja leið og ég held að nokkrar greinar hafi gert það, þar sem þú bara, ég veit allavega lyfjafræðinni, en ég held ekki þekkir þú til í lyfjafræðinni? Nei, en þar er sko verkefnið unnið bara næst síðasta misserinu eða eitthvað slíkt í tengslum við vinnu á vettvangi. Þú þarfst að vera búin að þessu og það er bara gefið mjög knappur tími í það og 1 misseri og það er bara skilgreint mjög svona stíft frá hendi kennar, kannski öðruvísi félags- og hugvísinda þar sem að þú, allavega það er kannski einn vandinn að þau fá svo frjálsar hendur að skilgreina og þau ætla að gera eitthvað svo ótrúlega flott verkefni og eitthvað lífstíðarmótandi og umheimsbreytandi seiningaverkefni. En víða í raungreininu þá er þetta að það er að kenna sér bara, það er bara 5 verkefni boði eða þið gerir bara. Ég held að þetta sé stór partur af því. Þannig að ritgerðirna sko í hug og félagsvísindum, sko í raungreinunum hefur tekið eftir þess. Þá er þetta oft bara verkefni, eða bara ekkert bara neitt. En þú veist, það er einhvern veginn miklu afmarkaðara, þetta er kallað eftir bara loka verkefni. Og meðan held ég að tengist ennþá hug og félagsvísindunum einmitt þar sem það átti að gera eitthvað stórkostlegt á BS-stiginu. Kannski að því að var efsta stig. Það var efsta stig, ég man sjálf mjög vel eftir því. Að þannig að ég held að það loði ennþá svolítið við að þú átti að gera eitthvað Big Bang í lokin sem er náttúrulega misskilningur. Og ég held kannski jafnvel að margir af leiðbeinendunum sem eru svolítið á gamla skólanum með þetta, sko, komið þannig fram í nemendunum sína. Þú ert búin allt, þú ert bara skráríkja. Já, komið sæl og takk kærlega fyrir mjög áhugaverðan fyrirlestur hjá þér og kíkja aðeins á greinina, mér finnst það mjög áhugaverð. Og þetta er náttúrulega sko mál sem að brennur á okkur öllum. Ég kenni við viðskiptafræðideild, ég dýta hana. Maður leiðbeina mörgum nemendum, sérstaklega MS, köllum við það, nemendum. Það er nú aðalega þeim sem ég leiðbeini, en þetta er náttúrulega sama málið. Sko, við höfum tekið okkur svolítið á viðskiptafræðideildin hvað varðar að svona bjóða nemendunum, geta hans í BS-náminu eða grunnnáminu, upp á svona stuðning með fyrirlestrum og efni sem við erum að taka saman ritgerðirnar. Og ég held að þetta sé allt gott og blessað. En það vantar eitthvað pínlítið, og mjög áhugavert það sem að pínlítið, það vantar eitthvað samt. Sko. Og mjög áhugavert það sem þú varst með, hver er ábyrgð sko okkar, skólans? Það er mér áhugaverð spurning og maður er alltaf að spyrja sig að þessu vegna þess að það vantar eitthvað hjá okkur. Mín tilfinning er svo að það er svo eitthvað mikið bil á milli þessa hefðbundnu námskeiða þar sem að utanumhaldi og allt er í mjög föstum farvegi og uppgjör, það er eftirlit með okkur kennurum í gegnum það sem við erum að gera og svo framvegis og nemendum líka, sko. Þetta er allt í mjög föstum skorðum. Svo kemur að þessum síðasta bita í hás sem er ritgerðin og jú, það er upplýsingaefni þarna og það er jafnvel fundur í upphafi og það er hægt að nálgast ýmislegt. En í rauninni er það þannig að svo eru nemendurnir þegar við komin í þetta stóra námskeið, þá eru þeir on their own. Þá allt í einu dettur niður hvað að segja, ramminn utan okkur kenna. Það er eiginlega hann sem ég er að hugsa sko.
Hvað þurfum við að gera grein fyrir, sko? Hvað í rauninni orðið núna eftirlitið með okkur, pressan á okkur eins og, sko, til dæmis allt þetta, kennslukannanirnar, að klára námskeiðin og allt þetta. Og þó við séum öll að vilja gera, held ég að það væri gott að hafa álíka form utan þetta stóra námskeið, líka þessa hliðina, ekki bara nemendahliðina, bara til þess að láta þetta smella betur saman, sko, halda okkur öll vegna þess að við erum mismunandi kennarar líka, sko. Og við dettum auðveldlega líka inn í eitthvað ákveð, við höfum mikið að gera og ef að nemendur hafa ekki samband og ef þú sýnir ekki áhuga og ef þau dett út, eins og við þekkjum öll, þau dett út í mörg ár, hvar er rammi? Ég er alltaf að klóra mér í hausnum, hvað á ég að gera? Ég sendi tölvupóst, ég ringi, ég kalla á fundi, en sko það vantar eitthvað stuðningsform líka þarna utanum, og svo spurningin, hvað meira kennarar eiginlega að vera með marga nemendur í leiðsögn og svo, hvað er formið utanum þetta stóra námskeið á skólanum? Við erum alltaf að tala formið varandi nemendurna, þarna finnst mér eitthvað að og hefur fundist lengi. Það er mjög góð punktur. Mér fannst mér alveg verst að, sem kom fram þarna í rannsókninni, að það var svo auðsótt hjá þeim að fá framlengda skilafrest og svona. Þannig að svona lélegar námsvenjur festust bara. Og það er náttúrulega okkar ábyrgð að segja alveg frá upphafi frestur er frestur og búið. Þetta myndum við námsráðgjafarnir gjarnan vilja að þið væru duglegri við að hafa frest bara frest. Nú er ég þýsk og ég sé bara við mína nemendur, þetta er þýskur ægi, því miður. Og þeir eru bara í sjokki í fyrstu. En svo þetta venst. Og ég held það er svolítið okkar ábyrgð að taka ekki þátt í þessum neikvæðum vinnum. Því að það kemur bara okkur bara í koll. Ég meina auðvitað sjálfsagt að veita fresti þegar eitthvað sérstakt kemur upp hjá fólki. Eitthvað sérstakt sé að gera. En bara svona af því að maður er ekki búið með ritgerðina, að þá sé alveg sjálfsagt mála að fá frest, sko. Það við erum oft námsækjandi búin að vinna með fólki, alveg reynd að berjast við að reyna að kenna því rétt vinnubrögð og þú verður að klára verkefnið þitt fyrir þennan tíma og hjálpa þeim að skipuleggja. Og svo bara hringdu þig í kennarinn og hann sagði þú mátt bara fá bara einhvern tíma. En getur það verið af því að það vantar af hálfu skólans, sko, þú veist, kennarar geta sagt og segja kannski ekki neitt varðandi þess að fresti við lokari vegna þess að það vantar í rauninni formið utan þetta, sko, ekki bara orð, heldur raunverulegt formið utan ritgerðina af hálfu deild og skólans. Og það er ekki hægt að einhver einn kennari ákveði eitthvað þegar allur fjöldinn gerir það ekki, það bara virkar. Má kannar skila það? Ekki á MS-ritgerðinu, blessaða vettur, fólk dettur út og svo framvegis og... Ég er ekki að tala námskeið, ég er að tala ritgerð, ég er að tala þetta dæmi, sko. Fórum ekki að segja að þessi 7 nemendur þínu væri til dæmis búin að vera dropp out í 7 ár. Ég meina það. Sumir, það var einn þarna sem var... Það er bara 10 ár, 5 eða 10 einhverja. Þetta eru bakalareikir. Þetta eru B-nefndir. Þessar ritgerðir er að rokka svona frá kannski 6 upp í 12 einingar. En fyrir það er líka eitt sem maður verður varfið að það er ekki allir nefndir sem gera sér grein fyrir að þeir þurfa sjálfur að fá leiðbeinanda. Nei, og svo er það mjög sem eftir deildum. Það kemur oft fyrir að fólki kemur og nefndirna koma og segja, þú veist, hvernig á ég að snúa mig, hvað á ég að gera? En svo er það mjög mismunandi af því það eru nokkra deildir sem að þú þarft að sækja sem sagt. Það er ákveðið eyðublað sem þú þarft að fylla út og það þarf að skila því til deildar fyrir ákveðin tíma og deildin úthlutað þér síðan leiðbeinanda. Í öðrum deildum þarft þú bara algjörlega að sjá þetta sjálfur, sko. Þannig að eins og segi, það er náttúrulega bara þetta fyrsta skref að það lesi örugglega allir nemendur þessar reglur sinna deildar. Það eru ekkert aðgengilega. Nei, það er það sem ég sagði. Þetta er bara, þú veist, af hverju er þetta til dæmis undir fyrir nemendur? Af hverju er þetta ekki undir flipanum nám? Það væri það ágætt að það væri allstaðar fyrir nemendur. Vegna þess að við vorum að leita á föstudaginn fyrir verkfræðina. Og var það ekki þar? Og það var ekki. Nei. Og ég leitaði og það var ekki nokkur leið. Af því að maður veit þó nú orðið þetta er undir fyrir nemendur og þar kemur ritgerð og skiladagar og það. En það var bara ekki orð. Nei, okay. Það er nákvæmlega þetta sem ég var að reyna að segja, sko, og skýrt kannski, að það gild, þetta er allt svo losalegt að kemur að þessu blessa stóra námskeið sem er ritgerð, sko, og ólíkt og
háð bara einstaklingunum, það er að segja leiðbeinendum er ekki. Já, það er mjög misjafnt sko hvað nemendur hafa mikið aðgang að leiðbeinendum Já, sínum. þetta er bara svo ólíkt sko. En þessi hugmynd sem einn nemandi segir nú þarna einn þáttakandi þeim, ég held þetta væri námskeið sem hét lokaritgerð. Já. Það er kannski ekkert vitlaus hugmynd að það sé bara námskeið sem heitir lokaritgerð og er með kennslukönnun og einhverju slíku Það er það dæmi, sem ég sko. var í, já, sko, það er að vera þannig. Og það hefur verið umræða á menntavísindasviði í sambandi við meistararitgerðina þar sem að kannski breytin er það meir kannski að því það eru stærri verkefni annars líkt. En að það að séu fleiri að séu svona teymi af kennurum sem vinnir svolítið saman með ákveðin hóp og ef það er til þess að þetta koma því á, ef í staðinn fyrir að vera einn kennari, ef það er einn kennari með, hvað er það með, 8 nemendur, 5 nemendur, lýsa, veit þið hvað er svona algengt? Nei, ég veit það ekki. Sko því í sumum líkur það svolítið mikið á ykkur, það er bara frekar fáið kennari með. Þetta er þannig að nefnendur bara hjá okkur, eftir sem ég best veit, allavega á mastersínu, þá bara leita nefnendur sjálfi til og við segjum bara já. Þannig að vinsalt kennari getur kannski verið með 20. Og sumir eru með 20 og eitthvað sko. Þess vegna segja ég, og aðrir kannski með lítið sko. Þannig að þetta finnst mér líka að vera eitthvað skrítið. En það væri kannski eðlilegt í slíkri greina að það kemur fram hvaða viðfangsefni nemendur vildi vinna. Svo skiptir fólk nemendum svona þokkalega jafnt á milli svona myndað eitthvað svona teymi og svo get ég tekið einhvern tímann alla þessa 20 nemendur og funda með þeim meðan að þú tekur þá næst eða við saman eða eitthvað slíkt. Ef ég má segja frá því, þegar ég var í námi úti í Berlín, þá voru allir prófessorar og bara prófessorar máttu vera leiðbeinendur með svo kallað kollokvium sem var einu sinni á 2 vikna fresti og allir sem voru á því stigi að skrifa ritgerð tóku þátt í því. Þannig að þetta var eins og námskeið. Maður þurfti að mæta og ef maður mætti ekki eða ef maður var ekki undirbúinn þá fikk maður skammir. Og þá ýtir náttúrulega prófessorinn líka alltaf á að fá það mismunandi hvað nemendur þurfa. Sumir þurfa að skila kafla á ákveðnum fresti, sumir bara gera það ekki og það er mjög mismunandi hvernig það þarf að vera. En þá er þessi rammi komin og þá skammast sig náttúrulega líka að fara á kollokvium og hafa ekki frá neina að segja. Og svo hitt að þá myndast hópur af nemendum sem að glíma við svona vandamál. Og líka svona tæknileg vandamál, hvað get ég prentað ritgerðin og hvernig gengur maður frá þessu? Já, við höfum verið svona eins og þetta er svona tvöfalt fráfall frá, sko, kannski venjulegu námskeið eftir að vinna verkefni þar sem þú mjög oft í vinna með öðrum nemendum að verkefni. Og svo náttúrulega í einhverju námssamfélagi þar sem þú formlega og óformlega ert að sækja stuðning eða hvað ert þú að gera, hvernig er þið að gera þetta. Svo þú kemur í BA-verkefni þar sem þú átt að í raun og vera að sína sjálfstæði hvað varðar meðferð efnis og hvort þú ert að vísa í og hvort þú getur búið til rannsóknaráætlun, hvort þú getur aflað heimilda eða hvað það er, sko. Þá ertu komin í tvöfalt, það átt að vera sjálfstætt ef þú ert ekki að vera alein. Þannig að þú getur svona... Þegar ég kom í þennan háskóla sem nefnandi, og lauk BA og MA hér líka, þá fannst mér skrítið að það var ekki neitt svona eins og ég þekkti á utan. Það er náttúrulega kannski meira svona utanumhald á sko masterstiginu samt. Það er náttúrulega meira þar málstofur og þess áttar. Þó að sé svo sem alveg sjálfviljugt, sko. Þú veist, þetta er ekki, þú ert ekki skikkaður til þess að mæta. Já, okkur þarf það að ljúka tveimur efnum í málstofun. Já. Tveimur einingum í málstofun. Og það er líka eitthvað sem kom í rannsóknum frá þér að þeir einfaldlega eða beinlínis biðja svona námskeið, svona utanumhald. Þetta er náttúrulega það sem þau þekkja. Þetta er það sem hefur dugað þeim hingað til. Það er þetta aðhald sem felst í venjulegu námskeiði. Það hefur dugað til að koma þeim áfram hingað til. Og það er líka áhugaverst að þetta eru ekki nemendur sem standa sig illa. Nei. Það eru náttúrulega þeir sem detta það út fyrir. Því maður ætti að halda að þeir sem eiga erfitt með námið detta út í lokin, en það virðist ekki vera samkvæmt. Hefur þessi hugmynd komið upp, sko, bara fyrir að halda hans áfram með þetta sem hefur verið hérna í umræðinni að loka verkefnin væru eitthvað svona námskeið, ég meina í þessari umræðu brottfari, sko, og eitthvað svona meira skipulag á því, til dæmis einhver samræmt, hérna, heitir þetta náttúr, dreifing á, og hjálp við að tengja saman leikgreinanda
Sko væntalega... Og gera eitthvað svona sameiginlegt málstofu, bara eða vinnustofa. Sko væntalega hefur þetta verið í umræðinni þó mér sé kannski ekki alveg kunnugt það, en minnst kosti þetta sem maður er fann að sjá hjá sumum deildum, þetta nemendur verða að sækja Þeir sækja að fara að skrifa lokaverkefni og sækja þar að leiðandi leiðbeinanda, skila inn hugmyndum hvaða efni þeir ætla að takast á við og svo úthlutar deildin leiðbeinendum náttúrulega miðað við þetta, þannig að þetta er náttúrulega einhver svona vísir að þessu. Þetta gengur alveg fínt. Já. Svo, þegar nefandi, svo bara einhvern veginn gufar nefandið upp. Svo getur hann týnst í 2 ár. Já. Ha? Eða 7 ár. Já, það er sko. Rátt fyrir allt þetta, týna af stað farið, sko. En nemendur eru mjög oft eins og þegar þeir koma til okkar í námsráðgjöfina þá einhverju svona sem að kannski hafa svolítið dottið út og þeim vex mjög í augum að fara að hafa samband aftur og þeir sko byrja að tala leiðbeinandinn heldur að ég sé bara algjör og ég þori ekki að fara að hafa samband aftur, það eru 2 ár síðan ég hafði samband seinast. Við þurfum mjög ofta að samfara fólk það að þið hafið alveg nóg að gera, þið séuð ekki rosalega mikið að velta ykkur upp úr akkurat þessum eina einstaklingi og af hverju hann hafi nú ekki gert neitt. Og erum að segja að kennarinn verður bara glaður að þú hafi samband aftur og sýnir að þú ætlar að taka upp þráðinn. Sko þannig að það geta sér oft líka einhver svona hræðsla. En var fólk þá ekkert að hugsa ég meina, hitt námið mitt enn í gildi? Jú, það velti því náttúrulega fyrir sig líka, sko. Það bara rétt að koma fram svona frá svona orðin nefndaskrána að nemendur eru skráðir í námskeiði lokaverkefni. Bæði sem var bara sem námskeið sem var skilgreint sem lokaverkefni og við erum aðeins búið að breyta skráningafyrirkomulaginu en það er samt það sama að þú ert skráður í lokaverkefni. Og ég veit að deildarstarfsmenn eru með kennsluvefina sem til þess fyrir lokaverkefni til að koma sameiginlegum upplýsingum til þeirra sem er að vera bara það er vettvangur fyrir þau. Það er greinilega bara að setja það í fastari skorður. Og þó það væri ekki nema eins og ég sagði, þetta er bara litla atriði að það sé til dæmis sendu póstur á alla nemendur sem að skrá sig í lokaverkefni, sendu póstur það hvar þú finnir leiðbeiningar, þinnar deildar. Þú veist, bara þetta litla atriði myndi strax breyta stöðunni fyrir einhverja. Þetta er greinilega mjög misjafnt að þið deildum svið. Það er umsjónarmaður hjá okkur, bæði með BRF-verkefnum og listaverkefnum sem að gera akkurat þetta. En svo bara spurningin hverju þetta skilar, það er gaman að vita það, hvað er að skila einhverju. Jafnvel þó að fólk sé að segja að þetta myndi það er ekkert alveg þar með sagt að, nei. En það er að tala um þetta hérna, áður ég byrjaði hérna við Guðrún að stundum þarf ótrúlega lítið til að koma fólki einhvern veginn að staða aftur. Það var svo einn viðmælandi minn, einmitt þessi sem hafði verið í burtu í 7 ár, að hann alltaf bara kemur til mín þarna og hérna, ég tek þetta viðtal við hann og svo mér fyndið vegna þess að hérna, vinkonu mín sem var í náminu með mér á sama tíma að hún fór síðan og tók viðtala á sama vinnustað sem sagt og hann var að vinna á og frétti þar að hann hefði verið að tala við einhverja konu upp í háskóla og hérna verið að rifja upp þetta að hann hefði aldrei klárað ritgerðina. Síðan hálfu ári seinna þá kemur hann til mín í ráðgjöf. Það var bara tilviljun að hann lenti á mér og þá var hann farin af stað að skoða hvort hann gæti ekki klárað námið. Þannig að bara það að þurfa að tala um þetta einhvern veginn og rifja þetta upp og svona að það dugði til þess að hann fór af stað. Mér finnst það skemmtilegt og merkilegt. Er sko atvinnulífið ennþá þannig í hérna greinu sem ekki eru til starfsréttinda að þú í raun og veru kannski gerir ekkert svo mikið greinamun á sem atvinnurekandi hann er næstu alveg búinn eða alveg búinn. Þannig það er kannski ekki svona endilega hvati frá þeirri hlið, þannig að þetta verður frekar svona eitthvað að þú kemst ekki áfram í nám sem er slæmt af því það er nú líklegt að þetta verði ekki nægilegt. En svo líka þessi hérna svona persónlega ávinningu, Guðrún, aðeins bara varandi þetta, ég þekki þetta pínlíka því ég hef nú verið út í atvinnulífinu að ráða í og það þá var töluvert horft allavega með ákveðinn hóp þar sem að varst ekki búinn að hafa verið að leita fólki með hugbúnaðar þekkingu í því og ef það var mikið framboð þetta var 2000 í bólunni, mikið hreyfing og þá var ákveðin deild sem ég var að leita fyrir að mannskap, þeir voru með mjög ákveðnar hugmyndir og ef það var ekki búið lokaverkefni, þá var við strax á það og þá var það því ítt út. En ef þú kemst inn, þar sé ef þú ferð inn, þá er mjög
þá ferðu síðan að byggja upp annað lærdómsferli, námsferli sem að líka verður farið að horfa á, sko. En þá ertu bara komið með starfsmann í allt aðra stöðu, þannig að þar var hann kannski tryggan, en aftur það sem þú sagðir, staðan ef þú missir þá vinn, þá ertu í vondum málum, hugsanlega mögulega, sérstaklega núna, sko. En ég skil það mjög vel að gerist ekki svo fyrirtæki sem réði þig á fölsku forsendum, sko. Ég held að ég hafi verið svona síbúið brottfall hvað var það að meistarreikinu, það því ég átti eftir að leggja svona enda hnútin á hana og ganga frá þegar ég fekk vinnu, þar sem þetta er ekki krafist meistaraprófs. Og svo var ég með þessa kassa með gögnum og dóti, þið veitir alltaf þegar ég opnaði skápinn þarna og svona eitthvað og svo fór ég að tjekka hvað þið mýtur þegar ég verða að klárt að breytir auðvitað svo miklu. Fór að tjekka á launin, ég held að vera 300 krónur á mánuði eitthvað slíkt sko, eitthvað frið eða eitthvað svona sem að skipti mig akkurat einhver máli. Svo var ekkert fyrir henni sko aðri hvatar komu eins og komast inn í kennslu hér. Þetta bæta við, þú veist þetta átti að vera looking at the development of the educational system of Iceland frá 1870 til 1980 og þetta bæta einu kafla við, 10 ára kafla sko. Þannig að það var svona, en það var ekki í raun og veru það var ekki svona hvati sko. Atvinnulífið, það hjálpar ekkur ekkert sko, var að það er búið að ráða viðkomandi. Við erum í samstarfi við ákveðna stofnun sem fær svo nemendur frá okkur í starfsnámi. Og þeir hverfa mjög oft. Í námið það. Það fara í starfsnámi og koma aldrei aftur. Og ég var í heimsókn fyrir stundum með nemendum þangað. Það var einn nemandi og þá var spurt, já, hvenær ætlar þú að klára? Þeir voru svona að tala saman, þeir sem voru komnir á þennan vinnustað og þeir sem voru í námi. Og þá var svarið, nei, ég hugsa ekki svo. Ég er komin með þessa reynslu, ég er búin að læra það sem ég vantaði og ég er komin í stað. En það er eitt, við erum búin að tala um náttúrulega stuðningin og upplýsingar og atvinnulíf og svona sko, en svo það sem að þú þekkir kannski Baldur, það er svo, þú veist, þetta að skrifa ritgerð. Það er ekki, já, það er yfir þið. Já, þú veist, það getur vafsandi fyrir mann, þegar kannski er maður bara ekki nógu vel undirbúin í að takast á við það. Ég er eiginlega greið með mér að ná einhverjum ritgerði, af því að ég sé ekki aldrei, ég sé ekki um að einhver vildi setja auðvist starfsumnaðið hérna. Með eitthvað kuppað í vars. Ekki alveg nóg. Nei, kýla bakking fyrir okkur og allir. Ég fannst þess að vera þetta var. Já, ég vil maður ekki hafa séð þetta, þannig að þetta ganga sko, þetta er sko, er námskeið, þetta er eiginlega kannski, þetta er svona svar við þessu hérna, þessu flökti á fólki í námsferðinu. Það er að segja, það er ekki eins og var hjá okkur. Hérna það var bara fyrsta á okkur degi, það var bara fundur með öllum sem átti að skrifa ritgerð og það var bara sett hérna fyrir eftir hálfa mánuði þegar allir verið komin með leiðsögukennara og eftir 3 vikur þegar allir verið með velja efni og skila því inn og svo er þetta bara heita eitthvað leiðsögukennara á 30 vegar fresti og svo er þetta bara keypt í gegn og svo er bara hérna 3 vikur frí, ekki kennsla í janúar, þá er það vinna lokaverkefni ykkar og svo skila fyrstu drögum einhvern tíðan í mars. Þetta var bara alveg ákveðna nefndar dagsetningar sem að þau fengu bara á 3. ári og allir sem var á 3. ári þeir bara voru á 3. ári. En núna er þetta kannski... Ég held að vera svona. Já. En það sem er hjá okkur núna er það að það er kannski ekki nema 30-40% í mesta lagi af hópnum sem er á 3. ári sem er raunverulega á 3. ári. Því að flestir eru á einhverjum blönduðum svona námsferli. Það sem eru með sumt af þessu og sumt af hinu og svona þeir eru einhver veginn svona á föstum stað og tilheyrir einhvern veginn ekki einum hóp sem er sko samferða í gegnum námið alveg og í öllum tímum eins og maður þetta lengi vel. Og að því leyti þá er ritverið, það er svona ákveðið svar við þessu að bjóða þjónustu, bjóða hjálp og aðstoð, námskeið á svona einhverjum breytilegum tímum bara þegar að nemendum hentar. Og þannig er til dæmis í þessu litla bæklingi hérna þá eru námskeið, það er að segja sem eru bara með fræðslufundir þetta heimildaöflun, tímaritaskrána, endnótt-web og ABBA-kerfið og allt þetta. Og þetta eru svona klukkutíma, 2 klukkutíma fundir sem að krakkarnir sækja þá. Og svo hitt eru sko viðtöl, þar sem þau geta bara komið með sín skrif, hvað sem þau eru langt eða stutt komin, en í rauninni við spyrjum ekkert um það, sko við erum vel að merkja,
við viljum ekki vera á sama gangi og námsráðgjafarnir. Vegna þess að til námsráðgjafar fer maður ekki nema að sé í vandræðum. En við viljum vera, við erum sko á bókasafni. Þannig að það leggja allir leið sína á bókasafnið, þó það séu bara ekkert í vandræðum. Og við viljum sko vera hluti af því stoðkerfi deildarinnar sem allir fara í, þó það sé allt í lagi. Og það er mjög mikilvægt í okkar huga er að vera staðsetningin að vera þar sem allir koma. Eru nemendur að nýta vel þessi námskeið? Já, sko, það er svona upp og ofan, sko. Vandamálið er markaðssetning. Og ég held að það sé allt svona sem ekki er skylda, allt sem ekki gefur prik. Ég er ekki með, það er engar einingar neinstæðar í þessu. Og engin skylda neinstæðar í þessu. Þannig að þetta er svolítið, við erum að róa svolítið á, sko, þau mið þar sem frumkvæðist eftir námsmannsins, sko, skiptir máli. Hann þarf að ákveða að koma. Er þetta fyrir menntavísindasviðs nemendur eingöngu eða nemendur Háskóla Íslands? Þetta er nú bara borgað af menntavísindasviði. Af því að fjármálun er dálítið viðkvæmt mál, ég held að hafi eins og komið hópur á svona fræðslufunda á öðru sviði, hvort það voru hjúkrunarfræðingar eða lyfjafræðingar eða eitthvað annað, ég man það ekki. Og við sögðum ekkert við því. Og það hafa komið nemendur öðru sviðum líka í viðtölum. Og með þeir eru ekki mjög margir, þá kannski munar ekkert það. En þetta er ekki auglýst fyrir aðra menntavísindasvið. Ekki meðan menntavísindasvið borgar. Er þetta þá eitthvað, tværspurningar, er þetta þá eitthvað sem að hvert svið ætti að koma sér upp? Nú eru náttúrulega líklega ólíka leiðir til að skrifa innan ólíkara greina og hefðir og venjur og ég veit út í verkfræði þá eru nemendur kannski frekar að gera eitthvað svona raunhæft prójekt á vettvangi frekar en, og þá er líklega rannsóknarskýrslu frekar en einhvers konar annars konar skýrslu, þannig spurning hvort að svona stoðþjónustu þörf á hverju sviði og svona sem tengir svo aftur að eitthvað sem þú sagði vilja ekki vera með námsráðgjöf. Með BFM-myndin, ég er bara alveg bara ófugkant og það. Já, endilega. Það er spurningi sko, er þetta eitthvað svona stuðningur sem á bara vera eðlilegur stuðningur, faglegur stuðningur innan greina, innan sviða deilda, hvernig sem það skipuleggur það og þá leiti þá til líka þeir sem er í eitthvað ennþá meira bastli með kannski að þeir lesmyndir eða eitthvað slíkt eða er þetta eitthvað sem að námsráðgjöfin á að reyna get því raun og verið stutt í nemendur á öllum sviðum og sama hátt og kannski þeir sem hafa greinina? Alls ekki. Það er það sem ég var að segja, sko, eins og þessar vinnustofur sem við höfum verið með. Það er náttúrulega bara okkar skref til þess að reyna að mæta einhverju þörf sem við finnum að er til staðar. Þannig að það reynum við bara að taka fyrir svona praktíska atriði sem eiga gagnast öllum, burt sér frá því úr hvaða grein þeir eru að koma. En við getum náttúrulega ekki, við erum ekkert að fara að kenna fólki að skrifa ritgerð, af því við erum ekkert sérfræðingar í því. Mér líst ferlega vel á þessa hugmynd sem varpaði fram og sem Baldur tekur undir og sem það sem gerir gæti virkilega verið þar inn í einhvers konar upplýsingarveru sem væri bara það sem væri hægt að fara úr. Já, ég hugsa þetta þannig að það væri svona fyrsta skrefið, ég hugsa að já, nú fer að koma þessari lokaritgerð hjá mér og þá bara færi ég þarna inn og það myndi opnast svona einhver heimur þannig. Alls konar hluti APA-kerfið, EndNote og alls kyns leiðbeiningar. Það gæti verið fyrsta skref og síðan var hægt að fara áfram á í einhvers konar minni þjónustuver innan deilda eða en ég hugsa að þetta sé bara alveg frábær hugmynd sko og að vel auglýst sko út allan skóla fyrir ritgerða fólk og það er á BS eða MSc. Já, ég hugsaði með þetta gæti verið sko, þetta getur verið tvöfalt, þetta getur verið sko grunnnámið og svo gæti verið annar eins vefur fyrir mastersnema sko. Það er náttúrulega svolítið svona öðruvísi. Það væri örugglega mjög sniðugt sko. Af því maður fær oft spurningar sko sem tengjast til dæmis leið í gagnaböndum og svona og þá samlega stundum á fólk upp í þjóðarbókhlöðu sem að veit að eru sérfræðingar í því geta hjálpa frekar en það er okkar eina sko ef menn eru að velta vöngum yfir aðstoð eða leita í gagnaböndum eða EndNote aðstoð þá vísa ég yfir
á sérfræðingan og þjóðarbókhlöðu, það er eina sem ég þekki til. Já. Og þar eru náttúrulega haldin námskeið og nemendur vita til dæmis ofta ekkert af því. Þau eru ekkert mikið að krúsa vef þjóðarbókhlöðunnar, sko. Þannig að þau vita ofta ekkert af þessum námskeiðum. En Baldur, þegar þið eru með svona námskeið eins og þessi sem eru hérna sem þið skilgreinið eins og notkun heimilda samkvæmt APA, staðleik og svona, er þetta þá hugsað fyrir þá sem er skrifað, nemendurna? Frekar en leiðbeinendurna? Fyrir nemendurna. Þannig að þið eru ekki með námskeið fyrir leiðbeinendurna endilega? Ég sé sniðin, sko. Nei, fyrir nemendurna, þjónustu við nemendurna. Og hvað er þið búin að vera lengi til? Hvað? Þið? Þetta? Já. Þetta byrjaði með 2010, þannig að við erum svona, já, þetta er annar, það var ekki 2011 var eða fyrsta heilin veturinn. Það var 11-12, þetta er annar. Það verður svolítið áhverð að sjá þið gera einhver skýrslur eitthvað svona hvernig þetta er að reynast og hvað er að reynast? Það er áskýrsla fyrsta ásins á netinu, á heimasíðunni. Það meðan alltaf allir nota heimasíðuna. Nei, það er áskýrsla, mjög ítalega áskýrsla sem ég samþetti fyrsta árið 2010. Alveg yfir allt. Og núna til dæmis það var, og málið það þau finna þetta ekki, það er að segja þetta fer framhjöfn. Þeir sem koma, þeir eru bara ofsalega ánægðir og fá svona bara allt þetta sem maður þurfti að vita, bara, vá, þetta er bara allt þetta. En samt að þetta er svo mörg kerfi sem maður tala sko. Þetta eru hérna þið sem eru svona sentralt og það sem skiptir máli hérna í stjórnsýslu nemendaskránni og öllum þessum þáttum. Við erum búin að tala hvað upplýsingaaðgengi sé megi bæta bara á hverju sviði fyrir sig, þannig að nemendur viti hvað er ætlast til, hvað farvegur er þarna. Svo erum við búin að ræða strúktúra innan námsleiðana og deildana, þannig að nemendur viti svona, það sé eitthvað sameiginlegt þar sem við ekki tala til dæmis vinnulagsnámskeið sem hljóta að vera eitthvað sem að tengist inn í þetta, hvernig vinna þau saman innan ólíkra greina. Þannig að það er að nóg að taka sig. Já, algjörlega. En sem að hérna setur við það kona sem er ekki lengi manneskja. Ég veit það hjá okkur. Já, okkar sviði. Og þetta er manneskja sem er sko réttur netfengi. Og hún veit ef það er eitthvað svona í boði, og ef það er eitthvað svona boði, eitthvað þarf að upplýsa fræðin nefnum eitthvað. Og þetta manneskja sem veit hverjir eiga fólks. Sem heitir Anna María Hjónsdóttir. Þú menntaðist það? Já, menntaðist það, já. Hjá okkur, sko. Er þetta þitt hlutur fyrst og fremst? Ég held að hún sé galdra manneskjana baka þessa aðsókn sem þeim veit. Nýtt og einn. Heyrðu, en við komst ekki lengra sem Nei. það er líka búin að koma þetta fram fullt af góðum hugmyndum, og bara þakka þér kærlega fyrir þitt ágæta innlegg og erindi. Takk Og fyrir ég það. treysti því bara að þú sért að halda áfram að vinna áfram með þessar hugmyndir inn í háskólasamfélagið. Já, ég minnst sko að reyna. Já, og þakka ykkur fyrir að komuna, fyrir góðar umræðir og bara farið í blöð út í daginn og við björgum þessum. Ekki minnst á að eitt sem skiptir þetta mikið máli, það er alltaf eitt stór hvati og það er það að við fáum ekki fjármagn, kannski bara á meistarastiginu, þar sem við fáum ekki svo mikið fjármagn með nemendur sem klára. En það er virkilega sko á erfiðum tímum þá er þetta eitthvað sem maður ekki svolítið að hafa í huga. Ef það eru hvað sér 240 nemendur eða 400 eitthvað nemendur sem ekki eru búnir, þá var þetta gott í budduna líka sko. Ég spurði nú einmitt, ég fór að veltaði fyrir mig sko hvernig kennarar stæðu, hvort að kennarar fengju greitt fyrir. Eða þeir væri búnir að sko vera aðstoðarnemenda sem að svo klárar aldrei. Já, nei. En það, samkvæmt ströngustu reglum, þá ætti hann ekki að fá greitt fyrir það, sko. Það er það, nei. Þannig að kennarar eru náttúrulega að tapa einhverju þarna líka, sko. Það er svo 1 krónu fyrir nemandinn útskrifast. Nei. Það útskýrir kannski af hverju kennara halda að sé höndum í